Svo erum við hérna með aðra bók. Þetta Pálmi Gunnarsson, svo ástsæli tónlistarmaður, söngvari, bassaleikari úr Vopnafirði sem að skrifa bók. Þetta svona blanda veiðiskap, hann náttúrulega mikill veiðimaður og svo bernsku minningum úr Vopnafirði og svona bara lýsingum af, honum sjálfum. Þetta yndislega ljúf bók, fannst mér. Þetta svona... Og ég nú reyndar algjörlega forfallinn veiðimaður. Þannig að ég fann mikla samkennd og fór yfir alla veiðistæðina líka til þess að meta svona hvort að ég hefði sjálfur veittar eða ekki. Það var nú ekki alveg. Ég nú ekki veitt á öllum stöðunum sem Pálmi hefur verið á. Ég aðeins minni veiðimaður. Ég fór ansi mikið með föður mínum reyndar í veiðiskap en hérna það var alltaf svo groddalegir staðir. Þetta var í Skjálfandafljóti og það var ekkert óhætt að láta litla stráka vera mikið að veiða. Það var aðalega að passaði þetta ekki í fossinn sko. Og það var Húsavík. Já, og þar var náttúrulega veitt með maðki af miklu móð. Þetta svona þroskasaga veiðimanns og náttúrulega Pálmi þegar að svona, hún reyndar ekki alveg í tímaröð sem að mér har stundum skrítið en eiginlega alveg frábært. En hann einhvern veginn búinn að ná einhvers konar svona þroska sem veiðimaður að minnir einna helst á svona japanska tesiðameistari sem hættir að setja te í bollan sinn og þurfi ekki teið sko. Og það sem svo heillandi við hana fyrir utan það að hún er skemmtilega skrifuð og gefur mjög skýra mynd af manninum, held ég þekki hann ekki mikið. Hann sjarmerandi maður og hann mjög vel skrifandi. Og sjarmerandi skrýbent þarna. En það líka þessi sko ástand sem hefur, hann veit hvaðan hann kemur sem veiðimaður. Hann er ennþá alveg sáttur við veiðigredduna og þetta að þurfa að moka fiski á land og geta næstum því ekki borðaðan allan og allt þetta. En þó hann sé kominn þangað að hann sleppi öllu sem að veiðir og veiði helst ekki með agnúa á önglinum. Nei, einu sinni það, já. En mér finnst þessi bók, sko, hann sem höfundur, þá sver hann sig svolítið í ætt við Stefán vin minn Jónsson, fréttamann og alþingismann og veiðimann. Sem að skrifaði af meiri list veiðimennsku en nokkur annar sem að ég hef kynst. Það nú ekki leiðum að líkjast, en það náttúrulega svo þarna ákveðin bakgrunn og ég mig langar nú reynda svolítið að vita meira. Hann elst þarna upp hjá einstæðri móður sem virðist hafa verið og þetta fólk virðist hafa verið hörkunagli, svona eitraði í kjaftinum og svoleiðis og svo bak við það að hún missir eiginlega alla fjölskyldu sína í sjóslysi þegar fjölskyldan að fara með flytja fé í hei. Það er alveg flytja hei. Myndin af móðurni er alveg hún er ógleymanleg og afskaplega falleg og fín. Svo reyndar kom mér á óvart að hann segir þarna frá gamalli konu í upphafi bókarinnar og lýsir henni og segir nafnið á henni og frá Vopnafirði. Og það vill svo furðulega til að ég þekkti þessa konu og hitt hana. Hún var amma besta vinar míns, var fengin suður til Reykjavíkur til þess að passa hann þegar mamma hans var veik og hann var ægilega óþekkur og einu sinni þegar hún var að reyna að koma honum í fötin og hljópa á eftir honum Sveinbergisgólfið, þá datt hún og lærbrotnaði. En þessi kona, Bergljót hét hún Þórðardóttir, er fyrirmyndin að konunni í Heiðaharmi Gunnars Gunnarsson. Hún er einmitt, það er fyrir Heiðaharmi. Já, og hann minnist á þetta og mér datt aldrei í lifandi huga ég myndi hitta hana í þessari bók. Mér langar að bæta því við að mér finnst, þetta er frábær bók og hann er augljóslega gríðarlega, hefur vald á því sem hann er að gera þarna eins og að spila á bassa og veifa flugustöng, en það er líka svo maður langar bara að hann haldi áfram, hann geri tónlistarferlinum og sukkferlinum og bara svona lífi sínu viðlíka skil, raði því upp í tímaröð og gefi þá 600 blaða sinna bók út. Sko ég man eftir Pálma og Megasi þegar þeir lágu saman undir borðum í Tjarnarbúð þegar þeir voru að taka upp fram og aftur blindgötuna. Ég veit að Pálma er alveg sama þó ég minnist á þetta, hann er búinn að ná ykkur fjarlæga á þetta sko. Hann kannast við þetta alltaf.